Veirur eru fyrirbæri sem geta gert okkur veik. Veirur eru ólíkar bakteríum að því leyti til að bakteríur eru bæði góðar og slæmar, hjálpa okkur heilmikið. En veirur hjálpa okkur afskaplega takmarkað. Veira er lítið annað en DNA-bútur inn í einhvers konar próteinhjúp, geta verið alls konar í laginu. Þess vegna töluvert flóknar. Veirur eru miklu minni heldur en bakteríur. Veira er það bil 1 nanómetri sem er 1 milljónasti úr millimetra. Þannig við þurfum milljón veirur til þess að fylla upp í 1 millimetra en bakteríur eru það bil 1000 sinnum stærri. Það eru það bil 1 mikrómetri sem er 1000 úr millimetra. Veirur eru alls ekki lifandi. Þær eru úr lífrænu efni, próteini og DNA og búnar til af lífverum, en veirur gera ekki neitt af því sem að einkennir allar lífverur. Þær vaxa ekki, þær fjölga sér ekki sjálfar, þær borða ekki, þær hreyfa sig ekki, þær bregðast ekki við áreiti. Það er alveg sama hvað við teljum upp. Þær gera ekki neitt af þessu. Veirur geta hins vegar gert okkur veik ef að veira lendir á frumu sem hún þekkir, þá festist hún við og sendir, og það er í raun það eina sem veiran gerir, hún sprautar erfðaefninu inn í frumuna. Erfðaefnið úr veirunni fer síðan inn í kjarnan sem er inn í miðjunni og fær veiruna til þess að, bakteríuna segi ég, eða frumuna, þetta getur verið bakteríufruma, þetta getur verið venjuleg heilkjarnafruma eins og í okkur, til þess að hætta að gera það sem hún á að vera að gera og fruman fer að framleiða veirur. Og á endanum þá fyllist fruman af veirum og springur. Og þannig komast veirurnar og dreifa sér og sýkja nýjar frumur. Það er ekki til nein lyf við veirum. Það gerir þetta svolítið flókið að kljást við veira því að þeir eru ekki lifandi, þá er ekki hægt að drepa þær. En það er hægt að skemma þær og það er hægt að trufla þær í þessu hérna, að hjálpa frumunum að tækla þetta. Þannig að það er alveg til lyf sem að hjálpa okkur við veirusýkingum en einhver lyf sem að lækna þær er ekki til. Það er svolítið erfitt að reyna að rækta upp veirur til þess að athuga hvort að, ef einhver er lasinn, hvort að þessi veirusjúkdómur eða einhver annar. Því að ef við ætlum að rækta upp veirur, þá verðum við að hafa lifandi vef sem að veiran þarf að lifa í, því að veiran gerir ekkert sjálf. Hún þarf alltaf lifandi frumur til þess að láta frumuna búa til fleiri veirur. Og þess vegna nota menn stundum til dæmis hænuegg sem að ungi er fann að þroskast í til þess að rækta upp veirur. Taka jafnvel sýni úr eða smá bút úr egginu, setja í glas, halda því heitu og þá er hægt að rækta upp veirur í þessum bút í einhver tíma. En það er alls ekki einfalt mál.